Komið sæl eftir og velkomin á Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og með mér góður gestur, Dr. Kristján Þór Sigurðsson, mannfræðingur. Komið sæl. Bless og sæl og takk fyrir að bjóða mér hingað þessu ágæta borði. Já, það bara mín ánægjan. Það berast fréttir nú og utan úr heimi að það sé hugsanlega vopnahlé yfir vofandi á Gaza. Og mér langaði bara svona til þess að fá þig hérna til þess að ræða þetta sem svona áhuga mann og sérfræðing á þessu sviði. Hvað eiginlega að gerast þarna núna? Já, ég myndi nú ekki áherslu á áhuga maður. Þetta kannski ekki alveg við sér, maður náttúrulega fylgist með þessu. Já. Búin að gera þetta alltaf lengi. Já, ég veit ekki, þetta er náttúrulega sko, veit ekki hvað maður á að treysta þessu, en það sem maður er búin að vera að kíkja á svona upp á síðkastið er það að það er fyrsta skiptið er eitthvað bjartsýnisraddir sem að manni finnst hljóma svolítið sérkennilega. Það var að vera meira það 70 manns bara í morgun á Gaza og maður veit ekki hvað spil þetta er, hvort þetta sé spil eða hvort þetta sé alvara, því að Trump er náttúrulega ólíkandi tól sko og hann hefur til dæmis ekki þessa sömu svona hugmyndafræðilegu svona hvað maður segja, ástríðu gagnvart síónisma og Ísrael og hann er ekki vinur Netanyahu, ég held að þola hann ekki. Nei. Og hérna það er spurning hvort það sé bara að láta sko Netanyahu þá vita að hann sé að koma, hann muni ráða ýmsum hlutum, eða er þetta bara eitthvað svona prakkarestri hvað bætir svona rétt áður en að fer sína fram á það að ég get gert þetta á einu degi sem þú kannski ekki gert á meira en árið eða vildir ekki gera, ég veit það ekki sko. Svo er því að Trump er náttúrulega sko eins og allir aðrir sko í bandarískri pólitík að hann er náttúrulega búið að bera á hann sko mörg asna hlöss af peningum sko líka frá hinum þessum síónistum og þessi fræga ekki að þarna Adelson eða hvað hann heitir sem er innan gæsaleppa vinkonans. Já. Ég held hann enga vini. Að hérna, þannig að maður veit ekkert hvað að gerast þarna, hvort þetta sé ykkur alvara, nema það hann sendi fötur á sinn kakot Ísrael, hann náttúrulega ekki orðið fórseti, sendi hann til bara sigaðunum á Netanyahu og skipaðunum að senda hérna yfirmenn hjá Mossad til hérna, er ekki Doha og semja bara vopnahlé og hérna síðan er búið að vera hérna meitla þetta einhvern samning þarna. Já, og þetta er í rauninni sami samningur sýnist manni og Hamas lögðu fram fyrst fyrir 10 mánuðum síðan. Já. Og þar á undan lögðu þeir hann fram bara aðeins í einhvern veginn aðeins öðru vísi með öðru sniði sko fyrir ári síðan. Já. Þannig að þetta er einhvern veginn alltaf sami samningurinn. Og snýst þetta svæði þarna á milli Egyptalands, en það virðist alltaf vera sko þar standi hnífurinn í kúnni. Þessi korridor þarna. Já. Það er hérna á Rafa landamærunum. Já. Þetta er Philadelphia korridor, er ekki hérna. Jú, það er hérna, og svo á þetta að vera í svona einhverjum þremur svona lotum, sko. Fyrst á að skiptast á föngum eða gíslum og í einhverju umferð og jafnvel svo meira síðan á að hérna, á í lokin á íslenski herinn að draga sér í burtu sem að maður á alveg eftir að sjá. Því að það er ekki þeirra plan. Og mér finnst þetta bara svo skrítin lykt að maður trúir þessu valla að það sé eitthvað svona alvöru ásetningur, þetta sé bara eitthvað spil vegna þess að maður sé hvað er að gerast í Sýrlandi, það sem er verið að sko Tyrkir og Bandaríkjamenn og hérna Ísrael er bara að skipta þessu á milli sín sko og Ísrael er bara að færa út kvíðan þar er bara með landnema eða landráns hérna aðgerð þar bara á fullu og allt með stuðning í Bandaríkjamenn og hérna Evrópusambandið er búið að vera lánað með einhverja miljard evra líka Ísraels. Þannig að ég veit ekkert hvort maður á að treysta þessu sko, en það var hérna náttúrulega, sá maður bara á Facebook bara í gær held ég, einhverjir hérbúandi palestínumenn. Svo kannski sennilega tekið eftir og voru að tala það að þeir hefðu heyrt að þetta voru svona eitthvað vongóðir. Já. Þannig að maður segir bara, guð minn almáttugur, bara vonandi stoppar eitthvað þarna. Einmitt. Maður sá þetta að það bárust að myndböndi gegnum samskiptamiðlana, maður var að sjá krakkana í tjaldbúðunum, fagna, ákafta því að þau höfðu heyrt af og maður hugsa bara með sér, guð minn góður, einmitt, ef það verður ekki af þessu. Hvað verður eiginlega
sko, þessi börn. Já, og það voru einhver skilaboð frá hérna sem sagt einhvers konar yfirvöldum á Gaza það að það var verið að biðja fólk að fara varlega þó að því að vera að fagna ykkur svona því að ef að fólk verið að fara mikið bara út undir bert loft það bara skotmörk eins og hefur komið í ljós bara núna í morgun og þannig að Já, það virðist að núna eins og hérna núna síðustu daga eftir að við byrjuðum að heyra af þessu vopnahléi eða vinnslu þessa vopnahlés þá hérna hefur maður tekið svo litið eftir því að hernaðurinn á Gaza virðist vera sko verulega óhnýtmiðaður ekki það, hann hafi verið eitthvað sérstaklega hnýtmiðaður áður en það svona eins og það eru sko, það liggja öll hverfin undir. Það eru hérna, það eins og, einmitt það því að Gaza eru náttúrulega, Gaza borg eru náttúrulega eiginlega 3 borgir og hérna og svona svæði í kring og fólk hefur verið þannig sko rekið svona fram og tilbaka og tjaldbúðnir eru þarna norður Gaza og svo hana við miðju í Deir al-Bala og Khan Yunis og þar og svo hana við Rafah og það eru nú eiginlega engin eftir þar en núna svona eins og að það rignir hreinlega bara yfir allt Gaza-strippið bara verið að klára þetta með stæl svona innan gæslappa eða klára sko hvað vegna þess að sko þeim hefur ekkit Ísrael hefur ekki tekist neitt af því sem þeir ætla að gera nema bara eyðileggja og myrða upprunalega markmiðið var að uppræta Hamas og fá gíslana heim það er hvorugt tekið Hamas í fullu fjöri ennþá og hérna þeir eru með ágætis þáttum þetta þarna Electronic Intifada hérna það er náungi þar sem er sérhæfis í þessum hernaðar aðgerðum sem sagt Hamas og þessar annara sveita þarna á Gaza og það er engan bilbó að þeim að finna og hérna þannig að Ísrael hafa ekki unnið þetta ef við kvöldum þetta stríð, þetta er náttúrulega ekki stríð þetta er bara helför en þeir hafa ekki unnið neitt nema þeir eru búin að eyðileggja allt og þannig að sko helfurinn sjálf er að takast þú veist, að miklu leyti það bara að myrða sko, 300-400.000 manns segja margir. Já, það er samkvæmt Haaretz og undir öllum rústunum og það er náttúrulega að rústa öllu sem þetta er að kalla samfélag þarna, innviðum og öllu því. Þeim hefur tekið stað náttúrulega með þessum loftarásum en það er margir sko sem að kannski gera sér ekki grein fyrir það ísraelski herinn er mjög lélegur. Veist, þetta eru bara einhverju reservistar þetta er mjög lítið sko professional hermenn og þeir eru mjög lélegir í beinum bardaga þeir hafa ekkert að gera í Hamas eða þeir eru sko maður á móti manni skilur og heldur ekki á móti til dæmis Hezbollah og forðast landhernað sko svona fram í lengstu lög því þeir geta það ekkert en þú getur varpað sko einhverjum Hiroshima bombum sko á blokkir það er ofsalega hermennska Einmitt. Þannig að þeim hefur ekki tekist neitt og og svo er þetta náttúrulega held ég líka bara eins og margir búin að tala sko að Netanyahu er náttúrulega bara endalaust að forðast það í fangelsi hann er til að fórna öllu fyrir það hann er til að fórna öllum þessum Palestínumönnum hann er til að fórna í raun og veru Ísraelsríki líka því að Ísraelsríki stendur bara mjög illa á allan hátt það er mikill landflótti það er búið að vera fréttunum núna það er að vera vandamál í Hollandi að streyma sko ísraelskir gyðingar til Hollands þannig ég fór að pæla hvað gerir útlendinga eftirlitið þá og það er talið að hátt í 1 milljón sko Ísraela hafi bara fluttir í burtu og þetta er vel efnuð og vel menntuð millistétt það er fólk sem er bæði í heilbrigðiskerfinu og í þessum tæknigerðunum náttúrulega sem þeir eru framarlega í þeir eru bara farnir og og engin túrismi og þannig að efnahagurinn er bara í kalda kolum þannig að og svo er svona eins og sem er að vera að segja maður er að hlusta til Ílan Pappi og fleiri sem er að skoða þetta að sko þessi svona samfélagssamningur Ísraela sjálfra við sjálfan sig, hann er allur að flosna upp sem náttúrulega hlýtur að vera þegar eitthvað svona, þetta er bara eins og einstaklingur sem að lætur svona sko er náttúrulega lokaður inn á gjörgæsleikustæð sko Akkurat geðdeild sko og maður sá það svona bara hvað maður segja svona miðbygg þessa tímabils þjóðamórsins þá voru það þessir orthodox þessir strangtrúuðu gyðingar í Ísraelsríki sem að voru komnir í ansi sko harkalegar deilur við
sko samfélagi sitt, þeir voru einhvern veginn vegna þess að það átt að fara að herskilda þá og þannig að það maður hefur verið að fylgjast með þeim samfélagsgerðinni svolítið svona liðast í sundur og þessu ríki sem að gerir gyðingdómi svo hátt undir höfði var allt í einu farið að snúast gegn sínu strangtrúðasta fólki sem er mjög áhugavert. Já, og það er hluti af þeim, það er náttúrulega margir svona hópar þar, svona söfnuður eða hvað maður að kalla það, en það er hluti af þeim eru sem sagt, þeir viðurkenni ekki Ísraelsríki og eru algjör antisíónistar og það er bara trúarlegum ástæðum sko, að það er samkvæmt bara einhverjum spádómi að það er ekki komin tími fyrir ríki gyðinga hvar sem er, þannig að þeir eru bara prinsipelt á móti því og þessir orthodox gyðingar sem á að fara sko að munstra í herina því að það er meira að segja sko þó að við vitum það út frá öllum þessum upptökum sem að hermennir sjálfur hafa verið að senda út sem eru alveg ógæslegar við vita allir hvað það er að hvers konar bara fyrir ekki pakk þetta er að það er líka tölvert það að liðhlaupa sko sem að meika þetta ekki sko vilja þetta ekki og þetta fólk er bara fer þannig að þetta samfélag og hann var að mynda að tala það Ilan Pappe, hann sagði sko að síónismi væri á síðustu metrunum bara núna þetta væri bara að þetta er kannski svolítið ljótara áður en þessi hugmyndafræði og þetta stjórnskipulag sem ríkir hérna sem byggir náttúrulega á þessum rasíska fyrirbæri sem að síónismin er þetta væri bara líðandi lok, þetta er ekki sjálfbært. Nei. Er síónismin nú er oft verið talað að síónismin sé bara önnur hlið á nasismannum? Þetta er bara svona systir. Já. Þetta er bara evróps svona öfga þjóðernis hyggja með rasískum svona yfir svona supremacy hugmyndum og rasisma bara og þetta er náttúrulega upprunalega þetta bara pólitísk hugmyndafræði, þetta er ekki trúaleg hugmyndafræði í byrjun nema það er réttmætti því að nú þurfi gyðingar að snúa heim, hvað sem það er réttmætti að reyndar að fara eitthvað annað til bara, ég man ekki, bara Angola eða Argentínu eða eitthvað. Það var eitthvað staðar og Brasilia var eitthvað staðar í einhverju pæling sko. Það er náttúrulega bara að fara til Nevada. Já, verið í biblíuleik þar. En þannig að þetta er en svo er nú sem ég segja það að síónismin hafi nú eiginlega átt upptökja á sko kristnum svona evangelistum. Já, einmitt, sem voru líka einhvern biblíuleik. Já. Þannig að þetta er náttúrulega enda hafa þeir sér náttúrulega alveg eins og þeir eru farnir að nota sko orðfarna þeir eru farnir að tala sko lífsrými sko, Lebensraum þeir nota það orð og þeir nota orðið bara the final solution sko. Já. Sem er í gangi á Gaza. Þannig að ég var skammaður fyrir það ekkert en ég var að kalla þetta eru bara börnin hans Hitlers. Já. Ég mátti ekki segja það sko, en þetta lítur þannig út. Þetta eru bara sömu hugmyndir, sömu aðferðirnar. Þetta er jafnvel verra. Þetta er svona svo satíst. Já, sko, á mörgu leyti það sem að við höfum söguna og ættum að vera búin að læra af henni, sko, þá er þetta, sko, fyrir það er það verra og svo er það auðvitað líka þetta að við erum komin mun lengra í tækni og tækni hernaði sem að er nú aldrei bara verið að pröfa þarna inn á Gaza. Þetta er bara tilraunasvæði. Já. Það er verið að prófa einhverju gervigrindarmódel sem að sikta út bara fólk sem á að drepa með þess að bara maður hættir að koma nálega þessu, þetta er náttúrulega frekar óhugnulegt og þetta eru þeir náttúrulega bara að prófa að selja eins og við vitum að svo er þetta kynnt á einhverjum vopnamessum að það sé búið að prófa þetta. Já, nú er þetta með svona sérvottun, svona hernaðarvottun. En þetta þannig að við erum að tala um svona ríki, sko, svona samfélag sem að færa böðlast áfram með einhverjum ótrúlegum stöðningi í Vesturlanda. Sko Bandaríkin náttúrulega, sko flest allir bandaríski stjórnmálum í vasanum á þessu Ísraels lobby sem hefur alveg gífurleg áhrif bara fjárhagslega á allan hátt og Evrópa líka og þetta er bara svo óhugnulegt ég hef bara verið að upplifa þetta sem svona eitthvað geðrof þetta er eitthvað psykósa sko gömlu nýlenduveldana þau eru bara komin í eitthvað svona nýlendu sko traumatist svona psykósu og og síðasta svona evrópska landráns nýlendan sem ennþá til, sem í Ísrael sem sem að segja svona bara barnið þeirra sko, afkvæmið þeirra, sem það náttúrulega og þeir bara eins og við fáum bara eitthvað kikk út því að sko einu sinni vorum við svona, einu sinni gátum við þetta
þegar hún var stór og sterk. Einmitt. En við megum þetta ekki núna að vera hætt þessu, en strákurinn okkar maður láta svona og við þurfum alltaf að láta hann fá ný og ný leikföng, sko, svo geta haldið þessu áfram. Ég sé og þetta bara sturlun. Fjölmiðlar og stjórnmálamenn og allir, svo náttúrulega allir vita hvernig þetta, og þetta þetta hefur náttúrulega verið mjög afhjúpandi. Ja, algjörlega, bara fullkomlega. Já. Og það oft verið að tala um það, sko, að það sem að gerast núna á Vesturlöndum í sambandi við þetta þetta gasamál hefur afhjúpað það að margar þessar hugmyndir sem að komu fram bara í upplýsingunni á seinni hluta 18. aldar. Þú veist þegar franska byltingin og Bandaríkin urðu sem alveg grimmilega landránsnýlenda stofna sem svona evrópskt ríki að þá kom þessi hugmyndafræði fram í nýlendu tíminn, sko, og þar voru bara til dæmis evrópskir heimspekingar margir sem að bjuggu til í raun og veru svona réttbætingar á nýlendu verkefninu voru alveg bullandi rasistar og þeir sem að skrifuðu, sko, þessir gaurar sem skrifuðu, sko, bandarísku stjórnarskrána og margir evrópskir heimspekingar sem voru að tala sko, nú verið komið tími mannréttinda og svona, eitthvað svona. Þetta voru alltaf fullt af þrælum, sko. Einmitt. Af því að svartir menn voru ekki manneskjur, sko. Þannig að það var allir mennur í jafni, sko, en þessi svörtu þeir og konurnar, þeir eru ekki manneskjur, sko. Einmitt, það þessi afmennskun, sko, sem að maður hefur verið. Hún byrjar ofsalega mikið þarna og afmennskunni fyrir að fullt sem bara svona á einhverju iðnaðar skala til þess að réttmæta nýlendu ofbeldið. Og þetta sem að gera svona Gaza nú, þetta bara afhjúpar þetta allt saman þessa innantómi orðræðu sem að bara stríði gegn hryðjuverkum það allt, sko. Og bara hvernig þessi yfirburðar hyggja vestusins, sko, að til dæmis það að gefa sér alltaf, sko, svona entitlement, við megum bara ráðast að hvert sem við megum alveg, sko, gera innráðst þarna, sko, þú veist, Ísrael, Tyrkland og Bandaríkin sem bara í Sýrlandi ekki, við gerum bara sem okkur sýnist þarna, við skulum bara passa okkur að rekast ekki á mikið hver á annan, sko. Nú er eitthvað svona hugmyndur að Ísrael sé að draga sig út af Gaza til þess að geta staðið í svona álíka hernaði inn í Sýrlandi. Hefur eitthvað heyrt af þessu? Já, þeir eru náttúrulega byrjuð á því, þeir eyddu sýrlenska hernum. Þeir bara rústuðu honum öllum herstöðum, öllum bara vopnum, bara flugvélaskreitirikar, þeir rústuðu einhverju höfn sem var svona herskipahöfn. Þeir byrjuðu á því bara þannig að, sko, til þess að koma í veg fyrir það að hver sem það væri, hvaða Al-Qaida hópur eða ISIS hópur það væri sem dytti í huga að fara ráðast á bestu vini sína sem eru Ísraelar. Ég las nú eitthvað staðar á einhverjum vefnum að það væri nú uppi einhverjum hugmyndur að þeir hefðu, sko, verið að pröfa meira segja kjarnavopn. Já, ég heyrði eitthvað um það. Á þessari sömu höfn og þú myndist á. Það hefði melst bara geislavirkni allt í kring og bara einmitt, ég verið til Kýpur og Já, það þeir alveg vísið til þess. En þannig að, sko, með alla þessa sem var notin og það klísi geta orðsviðsmynd að þá óskrítið að vera að tala um einhverja vopnahlés samninga sem sagt á Gaza. Og það náttúrulega verið að neyða þá í þetta og af hverju verið að neyða þá í þetta, það bara spurning, af hverju, eins og með Trump skilur, Trump hefur eitthvað, hann er bara að hugsa eigin hagsmuni, honum alveg sama Ísrael og hann hildum bara sama alla nema sjálfan sig, honum alveg sama Netanyahu og honum nema það að hann kannski, sko, hann ekki kannski eins upptekinn að hann náttúrulega veit ekkert sögu, hann veit ekki neitt. Þannig að hann kannski ekki eins upptekinn af þessu heimsvalda konsepti Bandaríkjanna. Þetta náttúrulega eina heimsveldi í dag, þú veist, og þetta bara heimsvalda stefnir. Nei, og hann nú svona, hann einangrunarsinni. Hann einangrunarsinni og hann með einhverja, þetta fara bara allt eftir hverjir eru, hvaða páagakur eru á öxlina á hann og hvísli eyrunum á hann. Þetta fara svolítið eftir því, en hann alltaf gott að segja því, sko, hann like a deal. Bara gera díla, sko, hann er til að gera díl við Putin bara til þess að stoppa Úkraínustríðið og gera eitthvað svona díla og hann kannski búin að komast að því með Netanyahu að það ekki hægt að gera díl við hann því hann stendur aldrei við neina díla. Þetta sennilega eitt óheiðalasti stjórnmálamaður sögunar, sko, það allir sammála það. Þannig að Trump geti, sko, ég veit ekki, mér finnst eins og hann sé svona aðeins að berja í borð og sína það að ég að koma og þið þurfa að hlusta á mig
og svo ull á bætin í leiðinni sko. Þú aumingin, þú gerðir ekki neitt. Hann alltaf kemur með þessi yfirlýsingu þannig að sko, daginn sem ég tek við embættið, segir hann, og þá eins gott að það verði búið að skila allum gíslunum. Ekki það að hann fór nú ekki í neina skilgreiningar á því hvort það væru einir, sko, hvað eru, þú veist, 111.000 gíslar sem eru í haldi í Ísrael eða hvort það væru þessir nokkur hundruð sem eru ennþá hjá Hamas. Sem að Ísrael ekki ennþá búin að drepa. Sem að Ísrael ekki búið að drepa og eru að manni skilst svona á hinum gíslunum í bara nokkuð góðu yfirlæti inn á Gaza. En maður svona, lesa á milli línuna, hann að tala um það fólk en og ég meina, ef þetta að ganga upp og ef hann hefur einhvern veginn verið í einhverju svona baktjaldamakki með Netanyahu svona, til þess að gefa Biden fingurinn eða ég veit ekki hvað, þá veltum maður fyrir sér sko hverju hann hafi lofað í staðinn og þú veist að því að það gerist ekki til þessum heiminum að greiða múti greiða. Nei, alls ekki. Það er svo annað flötur og þessi er náttúrulega svo að tengdasonur Trumps er svona fastegna braskari og hann er bara búin að tala um það eins og bara núna þeir búin að vera með Norður Gaza að það er bara einhverju fastegna hugmyndir í gangi. Já, það er búið teiknað allt upp. Já, teiknað allt upp sko. Þannig að maður veit bara ekkert hverju maður á að trúa og þegar maður sá þetta sko að sannarlega vona maður að þetta var allavega stoppað í einhver tíma. Bara að drápunum linni. Já, ég meina það. Að fólk fái hjálpagögn. Og svo hvernig sérðu fyrir þér bara svona, maður veltur þessu fyrir sér framhaldinu. Ég meina, þeir eru Gaza var loka svæði áður en að þessi hnykkur þjóðarmórsins hófst. Gaza er bara búið að vera þannig opið fangilsi í sko áratugi. Þannig að þú veist, ætli þetta verði alltaf opnað? Ætli fólki geti komið og farið? Það er sko maður veit það ekki, ég hef á tilfinninguna að við séum að lifa, það sé að koma einhvern veginn 9 tímar bara í heimspólitíkina. Það ég held að sé alveg rosalega breytingar í aðsíði og þegar Trump er orðinn forseti, ég held að verða alveg opbóðslega læti í Bandaríkjunum. Og það eru sumir sem að tala um að það gæti orðið bara einhvers konar útgáfa borgarastyrjöld. Því ef hann ætlar að standa við sín kosningalofvörð þar og sem að gengur út á það að bara hnekkja mjög mörgum bara mannréttindum og bara þetta sem við búið að tala mikið samt við sko fóstureyðingar og annað slíkt og bara ýmislegt annað ætlar að handtaka bara pólitíska andstæðinga sína og Bandaríkjamenn sko mega eiga það almenningur, þeir mega eiga það að þeir eru duglegir að mótmæla og alls konar mikilvæg breytingar, þjóðfélagsbreytingar og pólitíska breytingar hafa átt í staði Bandaríkjunum fyrst og fremst út af þrýstingi frá almenningi, frá sko bara eins og bara á 7. áratug síðust aldar, þessi Civil Rights Movement og það allt saman, Black Lives Matter og þetta, að þeir eru mjög góðir í þessu og þannig að hann er búin og hann náttúrulega veit það, hann er bara sagði það held ég í kosningabaráttunni að ég ætla að gera þetta og þetta og þetta og ef þið ætla að vera einhvern kjaft að fara út á götu, vera með læti, þá sendi ég bara herinn á okkur sem að samkvæmt stjórnarskráninni hann held ég megi ekki gera en hvað honum nokk saman það held ég. Já, svo er þetta hennar byssu myndið sem að á að venda almenning gegn hernum sko. Já. Þannig að þetta er svona, það er áhugavert. Svo er með bara svona milísjas, bara svona vopnaðar sveitir út öll Bandaríkin sem eru hliðholl honum. Þetta eru svona öfgahægri fasistar og rasistar og gyðingahatarar en síónistar margir þeirra, það fer nú oft saman og þetta er oft hluti af þessu eru sem sagt fyrir hermenn, bara vopnaðir alveg upp að haus, bara með stríðsvopnum og þetta kom bara í ljós 7. janúar fyrir hvað var þetta 4 árum að þessar sveitir bara bíða eftir bara kalli frá honum og og hvað ertu komið með þá? Ertu komið með fullt af einhverjum svona vopnum skósveit, bara einhverja svona stormsveitir bara götunni og svo ertu með herinn og lögregluna og allt þetta og þetta er bara uppskrift á sko ég er bara alltaf því bara borgarastyrjöld. Það eru sumir að tala um þetta gæti ef að þetta fyrir hart því að maður veit ekkert upp á hverju hann tekur sko. Nei, maður er svolítið tekið eftir því og það er þetta, maður fylgist vel með í gegnum samskiptamiðla og fólki sitt svona sem að býr hingað og þangað út heiminn en það er
það skrýtin stemning í Bandaríkjunum núna. Það mjög skrýtin, það svona eins og það svona kraumar allt undir niðri. Þetta svona eins og þegar það byrjaði að skjálfa jörðin hérna á Reykjanesinu, rétt fyrir gos. Og þetta svona, þú veist, ég ímynda mér að það sé svona svipa andrúmsloft, það verður eitthvað svona rafmagnað. Það verður að bíða eftir gosinu. Það verður að bíða eftir gosinu, sko, og það verður að bíða eftir hetjunni, sko. Það einhver sem að, það bara, þú veist, Malcolm X eða einhver svona sem að leiðir, einhver byltingarsinni, sko. Þannig að þetta svona, ég held þetta sé svona eitthvað óvissu ástand sem getur farið allavega, sko. Og og svo ef það verður þá spurning hvað hann hefur tíma og orku að standi í einhverju öðru. Það bara aðrir sem gera það. Sko það til dæmis, ég var að hlusta á eitthvað viðtal við eitthvað svona bandarískan stjórnmálafræðing, sko var að tala það skiptir einhver máli í raun og veru hver forseti, eða hver á þinginu, því að þeir sem að stjórna þessu öllu saman, sérstaklega utanríkspólitíkinni, þetta bara sem að noti nú annað klísi orð, bara þetta djúpríki, þú veist, það leyniþjónustan, CIA og aðrar sem líka stofnanir, herinn, Pentagon, sem í raun og veru keyra þessa pólitík og þeir ráða þessu bara. Og forsetinn alltaf því bara sko fjölmiðlafulltrúi, þeirra afla, þó er náttúrulega lítið út fyrir að vera maðurinn sem að stjórnar, sko. Þannig að maður veit það ekki og þannig að þeir vilja halda áfram að, sko, Bandaríkjamenn eru með yfir 180 herstöðvar út allan heim og þeir eru náttúrulega bara að tryggja sína hagsmuni allstaðar og þessi terrorismi Bandaríkjanna í Vestur-Asíu, þú veist, Írak og Afganistan og Írak og Líbíu og Jemen, maður ekki gleyma því og Sýrlandi núna og bara Gaza, að þetta bara, þú veist, það mikið olíu þarna, þetta ekki bara út af því að Bandaríkjamenn framleiða mjög mikla olíu, en þeir vilja hafa bara stjórn á þessu markaði, olíumarkaðnum og svo held ég það sé líka bara einhver geðvila, þetta einhver kækur að við verðum að stjórna þessu. Já, við ráðum með góðu og illu og enda sýnir sagan sig alltaf að þegar einhver ætlar að fara mótmæla, sko, þá er byrjað á, sko, viðskiptaþingunum eins og bara með Sýrland og Íran til dæmis og Venezuela, þú veist, það er byrjað á viðskiptaþingunum sem gera það að það ekkert til, bara efnahagurinn hrynur, það verður að egna fólki gegn stjórnvöldum og ef það dugar ekki þá bara gerir innrás og svo múkaður undir aukahópana já, nota þá sem þeir búa þess að aukahópa til og nota þá sem verkfæri og svo þeir sem að hlýða ekki, þú veist, það var til dæmis bæði Saddam Hussein og Gaddafi, þeir voru að pæli að hætta að versna með dollaran við vitum hvernig fór fyrir þeim og svo veit maður ekki hvað þessi BRICS, þetta BRIC-blokk gerir svona þegar það framlega stundir með svona gjaldeyrismálin, þannig að ég held að sé rosalega margt að fara að breytast á stundum tíma og ég held að það sem er að gera samt á Gaza og í Ísrael, þetta svolítið eins og svona, maður heldur svona stein út í tjörn, þetta eru gáróðnar sem að koma út frá þessum búndi og þetta smita frá sér og ég held að það sem er að gera þessi Sýrlandi muni, ég held að sko stjórnvöld í þessi einræðis nýlendu boltar, þetta eru verið landstjórar, sko, bara Bandaríkjanna þú veist, það er að tala sko, konungurinn í Jórdaníu er bara svona landstjóri og sama með, þú veist, þessi olíuríki með Persaflóan, að þeir eru þarna, þetta er allt miklu bandamenn Bandaríkjamenn og eru þarna í þeirra skjóli og vita það, ef þeir ætla eitthvað að fara að eipa sig þá fer illa fyrir þeim og þeir eru allir logandi hræddir við almenning í þessum löndum. Minna það ef við tökum bara arabana, sko, það er eitthvað 400 milljónir araba í heiminum, skilur, á þessu svæði og það er allt brjálað á götunni út af þessu gasamáli og út af því að þeir hafa ekki gert nokkuð skapaðan hlut. Já, maður fann það alveg bara út í Egyptalandi að þar kraumaði, sko, reiðin svona og upp og út á götur en það var svona þeir sýndu stillingu í efstu lögum. Já, Egyptalandi er bara Bandaríkjunum nýlenda, þú veist, þeir eru bara 100% háðir Bandaríkjunum, þeir halda þeim bara uppi eins og Jórdaníu líka og ekki herinn er fyrst og fremst bara fjármagnar af Bandaríkjunum sem kom í ljós náttúrulega þegar Morsi var kosin hann á sínum tíma, það var bara blóðugt valdarán það sem að Sisi hersöðingisins komst til valda, var settur til valda bara af þessu djúpríki sem ég var að tala um í Pentagon og CIA og þetta bara en ég held að svo segja þessi spekinga líka þessir kanar sem er að hlusta á að þessi hegemónía bandaríkjana heims er á hraðri
niðurleið. Þeir eru að tapa þessu og það má benda það til dæmis að þessi BRIC-blokk eins og hún er orðin núna, að það hagkerfi er miklu stærra heldur en hagkerfi Evrópu og Bandaríkjanna til samans. Þannig að það er ekkert verið að tala þetta í fréttum einhvern veginn. Nei. En það er alveg rosalega breytingar í bara heimspólitíkinni og þetta er að gerast hratt. Og og það var eitthvað að tala það líka, þetta arabiska vor sem byrjaði þannig 2011, sem var svo kæft niður, sérstaklega með þessu með því að setja Sisi kúpið þannig í Egyptalandi, að það er ekki búið. Það kraumar hérna undir ennþá og það er gífurlega óánægja með og svo fólk náttúrulega bara niður með hörku sko. Já, það eru þau eru nefndir nokkrir svona sem næsti forseti. Það eru og fulltrúa Bedúína til dæmis en þessu ennu sem að ég hef hitt. Þetta eru menn sem fóru með stjórn við Rafalandamarinn meðal annars og þeim var lofað landsvæði og öðru og eru komnir í það að byggja borg og ég meina nú er óvíst með þessa borg sko, það fer líka bara eftir því hvernig þeir verður samið af því að þessi borg er einmitt þannig á þessum Philadelphíu skika. Þú veist að blái diamanturinn í eyðimörkinni, þeir eru svo ljóðrænir þannig að þetta er ekki bara Ísrael-Gaza, þetta er svo rosalega stórt og víðfemt sko. Þetta er þessi hring, og þetta er nefnilega og innanbúða pólitíkin í Egyptalandi, það verða beinar afleiðingar hvernig sem fer að því að einmitt eins og segir fólkið á götunni er reitt. Já, og það er náttúrulega Egyptar er náttúrulega með þessum samningi, það er Egyptaland og Katar og Bandaríkin og náttúrulega fulltrúar frá Hamas, þannig að því vorum að byrja að tala þennan samning sko, ég veit ekki hvað, maður bara bíða, þetta er bara, það hefur ekkert gerst. Nei. Og maður veit ekkert og þetta gæti farið þannig að þetta myndi byrja samkvæmt samningnum skilur skipst á einhverjum föngum eða gíslum eða hvað við kallum þetta og svo færi ég man ekki hvernig röðin á þessu var, ég held að síðasta þrepi sé að Ísraelsmenn fari með herinn af Gaza. Ég sé það ekki gerast. Nei. Ég sé það ekki gerast með góðu sko því að þeir eru orðnir svo vanir því að ekki án þess að loka Gaza algjörlega af sko. Og vera þá bara með her allt í kring svona eins og var einmitt. Já, ég veit ekki, maður svona þannig að það er bara fólk er svo að tala bara palestínumenn sem búa hérna voru að tjá sig á svona jákvæðan hátt og eru svona vongóður að nú væri loksins eitthvað að gerast eins og maður sem bara trúir þegar maður sér það sko. Maður veit ekki sko því að Netanyahu búin að vera að tala þetta allan tíman að það þurfa að klára þetta og klára hvað? Einmitt. Það hefur nefnilega eitthvað sem hefur aldrei komið fram í umræðinu sko. Það hefur aldrei verið neitt svona raunhæft markmið nema bara þessi bara drepa útrýma til Palestínumönnum bara þetta þjóðamorð sem maður nær varla yfir þetta bara þessi helfur þetta holocaust sem er í gangi þarna en hann hefur ekkert það er eina sem að þeir hafa náð og það er það að rústa öllu bara, eyða og drepa. Já, og svo er það einmitt að því að nú er þetta orðið sko, og þessi dýrmætustu svæði sem að tala bara dýrmætustu þá fyrir Vesturlönd og þessi svæði sem að landnemarnir vilja þetta eru þessi strandsvæði og annað þar sem að er gas, olía, annað. Tala mikið það. Og það er sko svo mikil gjöreyðing þannig að það talaði að það taki 15 ár bara að taka til. Þannig að sko ef að það er eitthvað markmið þannig í sjálfu sér þá hlýtur það að vera eitthvað svona mjög til langstíma sko með inngripi þá því að ef að þeir ætla að fara að byggja þarna einhver stórvirki sjálfir til þess að ná auðlundum þá verður það ekkert gert fyrir en eftir í fyrsta lagi 15 ár. Nei, og svo er náttúrulega þessi andspyrna, hún er á fullu ennþá, þó að þetta hefði svona vext tímabölið út af þessu Sýrlands, þessar þróun í Sýrlandi, að þessi sko Hezbollah hefur ekkert vext neitt mikið þannig að nema það að þeir eru að fá minna vopnum frá Íran en sko Hezbollah getur alveg sko lagt Tel Aviv í rúst, þeir vilja
þeir geta það alveg, þeir búin að sína það og svo náttúrulega Jemen alltaf að skjóta sem náttúrulega bara ótrúlega fyrirbæri. Já, Jemenar, ég geti bara tekið heilan þátt í Jemena, ég mjög hrifin, ég verð að viðurkenna það að svona, þú veist, bara svona samfélags- og baráttuþreki þeirra þjóðar. Ótrúlega alveg. Og það er búið að Bretar eru búin að vera bombarderað síðan á 9. tímanum, Bretar hafa ekki stoppað hana í bara 100 ár. Og en þeir láta ekkert segja sér fyrir verkum. En þannig að maður veit ekki hvað er markmiðið, sem sagt, svo er náttúrulega, mengunin, þetta er náttúrulega ekki bara, þetta er náttúrulega bara þjóðarmorð, þetta er bara svona mentamorð, menningarmorð, þetta er vistmorð. Það er náttúrulega allar þessar sprengjur sem er búið að varpa hana. Jarðvegurinn er ónýtur. Þú veist, hann er bara eitraður, þannig að þó að sé einhverjir, þannig að það er engin heil hugsun þannig sé í þessu. Þeir eru búin að dæla sjó þannig yfir allt. Já, og það er bara alls konar bara eitur frá vopnunum í jarðveginum, þannig ef þeir ætla að fara taka jarðeitur og svona íta sér í burtu og svo ætla einhverjir psykopata frá Brooklyn að fara að búa þarna, þeir geta ekkert búið þarna, þeir fá krabbamenn eftir mánuð, skilurðu, af því að það er búið að eyðileggja og enda hafa þær markvist verið að eyðileggja bara jarðveginn. Já, það er einmitt það sem maður skilur ekki. Þess vegna, þú veist, ef það var eitthvað markmið sjálfur sér að flytja inn þannig að einhverju síjónista, þá er það ekkert að fara að gerast. Nei, maður sér það ekki, þannig að það vantar einhverja þetta er bara einhver sturlun og það er ekkert þjóðverðarnir voru náttúrulega maður kannski að forðast svona alhæfingar en þeir eru náttúrulega þekktir fyrir að vera svona skipulegir og svona þannig að þeirra endlösung var náttúrulega bara þessi gasklefar og það allt saman, þessar útrýmingabúðir. Það var mjög svona iðnaðar þetta var bara iðnaðar bara holocaust og en þetta er eitthvað allt annað, þetta er náttúrulega þetta er eitthvað stjórnlaust sadismi. Já, sadismi og kannski svona, einhverju svona dassa bara heimsku. Já, líka, já. Og þannig að maður sér ekki, maður finnst þessi að sé svona alltaf svona að skjóta sjálfan sig í fótinn, en það held ég að sé að því. Og svo eru þau náttúrulega búin að einangra sér svo mikið að það er bara almenningsálit heimsins það er allir búin að snúa baki við. Ég hugsa að það fari, svona flesta þjóðir stígi varlega til jarðar að svona opinbera sína viðskiptasamninga við Ísrael. Já, og það þeim hefur einhvern veginn tekið samt að tengja allan heiminn í einhver viðskiptanett sem er alveg ótrúlegt. Maður er að sjá þetta í fréttum þegar að kemur alltaf inn í ljós, ég veit ekki hvaða háskóli í heiminum er ekki með fjárfestingar í Ísrael til dæmis og ég vopna braskinu þar. Nú ert þú Háskóli Íslands, hvernig það eru ákveðin tengsl þar innan hús? Já, það hefur verið erfitt að koma að staði. Það hefur verið ég hef svona heyrt það eru ég er ekki víst að sé einhver formleg tengsl milli háskóla sjálfs og einhver annara háskóla, en það eru í gegnum einhver rannsóknarverkefni, hafa verið samstagsverkefni við einhverja, ísraelska fræðimenn og það er svona verið að tala um að það er að gera greinamun á því, en mér persónulega finnst það bara að sniðganga alveg heilt yfir allt batterið, það bara loka á þetta því hver einasti háskóli í Ísrael er þátttakandi í þessu þjóðamorði og þátttakandi í þessu langvarandi þjóðinshreinsunum bara sem eru fyrir stofnun Ísraelsríkis það voru komnir háskólar hann áður og sem voru virkir í því að sinna þessu hernámi með þekkingaframleiðslu og tækni og öðru og þeir eru allir meðvirkir í þessu, það er enginn þeirra laus við það og það ætti bara nægja og það er búið að vera að reyna þarna upp í háskóla að gera eitthvað í þessu og það er voðalega mikil þögn, það er voðalega erfitt að fá einhverjar yfirlýsingar, það er þarna samtök sem að heita Háskólafólk með Palestínu, haldið þarna bæði mótmæli og einhverja fundi og reynda að ná tali stjórnar háskólan sem hefur ekki verið mjög auðvelt. Nei. Og þannig að það er bara svona og bara þöggun bara þögn hjá flestu starfsfólki þannig það er eins og eins og bara til í mannfræðinni það eru mannfræðin er svona fag sem að hefur svona stór hluti af
verkefni mannfræðinnar í tíðina hefur verið að rannsaka sko bæði svona jaðarhópa, jaðarsamfélög, rannsaka sko arfleið nýlendu tímans og svona kerfisbundið, svona pólitískt ofbeldi gagnvart minnlendahópum og mannfræðin náttúrulega sko skilgæti afkvæmi nýlendu tímans upprunalega, þó hún hafi verið að reyna að hrista það af sér svona í seinni tíð og það er fullt af fólki í mannfræðin sem hefur það sem starf að rannsaka og skrifa þessa hluti og svo gerist þetta bara í símanæðinum sko, í meira en ár nákvæmlega þetta í ykkur ýktri mynd og það heyrist ekkert það eru verið nokkra raddir sem höfum verið að tjá okkur þetta Já. og það er eitthvað rosaleg svona einhver svona inertia sem í gangi varandi það sem ég skil ekki og það gæti, ég veit ekki út af hverju það er og sér þetta bara eins og bæði Bandaríkjunum og Evrópu að háskólafólk sem að jafnvel á einhvern mjög lítil fjörlegan hátt að tjá stöðning sinn við Palestínumenn eða gagnrýna Ísrael, þeir eru bara hægt að missa vinnuna af reknir og sem hefur náttúrulega gerst í rönnum sko. Og þannig að þetta er náttúrulega búið að vera múlbinda fólk, það er bara að vera að taka tjáningafrelsið af fólki og sem minnir mig á mjög gott viðtal sem var hér við þetta borð einhvern tímann í fyrra við mannréttinda Vindánum frammi, mannréttinda lögfræðingur, hann bandarískur á kúbanskum mætti held ég, man ekki nafni hans Já hvað er ekki Héðinn strákurinn Karl Héðinn, mjög fínt viðtal og hann er menntaður í Þýskalandi og gerir sína doktorsverkefni þar og hefur verið að vinna þar mikið sem prófessor, bara mjög lengi og tala þýsku og er bara svona, hann har fótið mér mikið í Þýskalandi. Hann var að gagnrýna sem sagt bæði Ísrael og lýs við stöðningi með Palestínumenn og hann var að gagnrýna sko stefnu sko þýskra stjórnvalda í þessu máli sem er náttúrulega fáránleg og það gerir það verkum að hann kemst ekki, hann má ekki koma til Þýskalands, hann lokar úti bara. Einmitt. Og hann er bara persóna non grata og það eru fleiri sem hafa lent í þessu og hann sagði það að Þýskaland væri orðið bara autocratic fascist state eins og hann orðaði það í dag þeir komnir heim aftur Einmitt. Og það eru svona, maður er veltið fyrir sér hvort að þú veist, þetta sé reynilega vegna þess eða bara afleiðing þess að nasisminn hafi aldrei raunverulega yfirgefið Þýskaland eða hvort að þetta sé sko, þessir þöggunartilburðir sko, Þýskalands á því sem gerðist í seinni heimsstyrjöldinni það má bara ekki tala þetta var bara bannað og ekki gert upp eða hvaða valdi en maður er að sjá bara sko, einmitt, maður er að sjá þessa röðu upprissu fasískra afla í Þýskalandi og með alveg hreint ótrúlegum hætti Já, það er búið að til dæmis, ég held að það sé komið í lög, ég get ekki alveg fullur að það var alltaf stóð til, það geti verið komið í lög að ef þú ert sem sagt, innflytjandi í Þýskalandi og þú ert að sækja ríkisborgararétt og þú þarft alltaf því að sko sverja Ísrael hollustu. Þú þarft að viðurkenna Ísrael sem ríki. Já, og sína því bara hollustu sko. Og þetta er meira að segja nokkrum fylgjum í Bandaríkjunum líka, að það þarf að sína ég sá mynd á netinu, það var það var í Montana á öllum stöðum það var svona gangur sem hann leiddi inn að skrifstofu fylkistjórans það var öðrum megin við dyrnar var bandaríski fáninn og hinum megin íslenski fáninn Einmitt. Og þetta er orðið svona tákgrænt þannig að þegar þetta afkvæmi skildgetna afkvæmi evrópskrar nýlenduhyggju er algjörlega fríka út að þá meðvirkning svo sjúklega að maður bara á ekki orð og maður bara hugsa sko þegar þetta einhvern tíma lægir þetta hvort sem verður eftir 50 ári eða hvenær sem það verður og þetta sagan verður skrifuð að allt þetta lið, allir þessi stjórnmálamenn, allir þessi blaðamenn ekki tala þá líka sem að þegja yfir því að það er búið að drepa yfir 200 blaðamenn palestinska blaðamenn á Gaza. Já, það hefur bara ekki heyrst píp það. Og það voru ykkur mótmæli sá ég. Já, og hafa verið og ég menn það er komið veggmynd sem telur í sko niður í miðbæ sem er bara mjög óhugnaleg og í Amnesty hafa sendt frá sér blaðamannafélagið sendi frá sér einhverju svona að manni fannst frekar billausa orðsendingu sko
og það hefur einmitt eins og segir þá á þessum svona meginströðs fjölmiðlum þá hefur bara hreinlega ekkert verið rætt þetta. Það bara algjör þögn eða þá það ekkert rætt það eða það bara beinlýs logið sko. Og sem alveg hrikalegt þegar ég held að þetta sé eini fjölmiðlun í Íslandi hér, þetta rauðaborð þar sem þessi mál hafa verið rætt einhverju viti. Já. Restin bara í einhverjum dvala. Já, og það þessi hræðsla sko við að segja það sem þarf að segja. Já, og bara einhvern veginn ég verð nú bara að koma því að ég horfði á viðtal sem að þú tókst, þú fórst upp á RÚV. Já. Talaði með fréttastjórann. Já, einmitt. Ég verð að viðurkenna það að ég var alveg gáttaður. Já. Mér fannst þetta bara, ég var gjörsamlega bara stór hneykslaður og það nú svolítið til að hneyksla mig. Já. Mjög bara hneykslaður á því að þessi maður sé í þessu starfi, bara fyrirgefðu. Já, fannst þér vanþekkingin hans á... Bara yfirgengilega og áhugaleysið. Já, áhugaleysið. Og fréttastur þá við hefur kannski áhuga því að vita hvað er að gerast. Nei, við fáum bara fréttir á AP og Reuters. Já, það var eiginlega svolítið svarðið mitt. Já. Svona sko. Akkurat. Og þetta enda ef við ekki horft á fréttastur RÚV í 2 ár. Nei, en þú myndist í það aðeins svo ég bara komið að svona stuttlega að með innflytjendastefnun í Þýskalandi nú innflytjendastefnan hér líka að manni verðist vera nokkuð harkaleg. Hefur þú fylgst með fréttum af ungu stúlkunni frá Venezuela? Já, þetta svakalegt. Já, þessi litla stúlka sem á að vísa hér úr landi á morgun. Mér skilst að nú sé einhverjir að taka sig til og ætli að mótmæla þessu kröftulega en ef allt gengur eftir þá verður fjölskyldunni fyllt á ótilgreindan stað í dag þar sem þau verða geymd þangað til að flugvélin fer með þau hérna einhvern tímann á morgun. Skjólinætur. Já, og og ég bara kannski vildi hvetja og vil hvetja fólk til þess að fylgjast betur með því máli en er þetta eitthvað sem að þú sérð fyrir þér að nýja ríkisstjórninni eftir að stíga inn í? Ég veit ekki, ég bara þessi ríkisstjórn, ég get sagt þér það sko þegar ég vaknaði eftir kosningarnar, eftir þetta var komið í ljós, það kom yfir mig alveg gífurlegu léttir. Ég bara, það væri bara eitthvað svona og farið af okkur öllum. Ég held að við höfum alveg fundið öll fyrir því sko. Þannig ég ákvað bara að gefa þeim séns og ég hef líka ég seti nokkuð færslu líka á Facebook þetta, ég hef í gegnum mitt líf hef ég sko alltaf góða sem ég hef fengið hefur komið frá konum þannig að konur eru mikla áliti hjá mér og mikla virðingu fyrir þeim og er þakklátur þeim fyrir mjög margt þannig ég ákvað að gefa þeim séns sem 3 konum en það virðist ekki sérstök teikn á loftum það að ég fara að breyta þessari útlendingapólitík. Nei. Það hefur ekki verið, sko, það mætti alltaf að ísdrottningin væri ennþá þarna. Já, og þau ætla ekki að tjá sig einstök mál og allt þetta, þetta er svolítið svona Groundhog Day, svo sagt er. Ég er búin að gera núna ítrekka tilraunir til þess að fá þessa ráðherra sem svona fara með þessa málaflokka, félagsmála og dómsmála til þess að koma hérna og ræða málefnin litlu stúlkunar og bara þessi málaflokkinni heild þetta er stór og mikill málaflokkur eða ég segi stór og mikill málaflokkur hann er alltaf fyrirferða mikill en hann er kannski ekki risastór. Hann er fyrirferða mikill, hann er mikilvægur. Já. Þetta er bara, sko svona mál eru bara sko, þetta er bara barómeter á samfélagið, á hver við erum. Þú veist, hvernig bara eitthvað samfélag kemur fram við það sem að minna mega sín og þurfa á og standa höllum fæti það er bara það er mælikvarðinn. Já. Og það þannig að öll þessi innflytjenda og flóttamannamál síðustu mörg árin ekki bara í Íslandi heldur á Vesturlöndum þetta hefur svipað þetta með Gaza þetta hefur verið að afhjúpa svona algjöra svona eitthvað svona ómennsku og þetta er svona normalisera til dæmis það er alltaf að drukna fólk í Miðjarðarhafinu það er ekki í fréttum einsinni. Nei, einmitt. Það er bara orðið þeir eru nú bara farin að skjóta og koma í bátana. Já, og það kemur ekki í fréttum þetta er bara orðið eins og þessi bara eitthvað eðlilegur hlutur partur af okkar partur af því sem við erum sko. Já, og svo er það einmitt sko að því að þetta er auðvitað aflegging þess sem að við erum svo og okkar bandaþjóðir er að standa í þarna á þessum svæðum. Þetta eru, þú veist, ofvinnsla og mansal og náttúruauðlindum og mansal því tengt og svo er stríð og annað sko sem að rekur fólk frá sínum heimabyggðum. Og annað, loftslagsbreytingar eru náttúrulega. Það er að vera alltaf meira og meira það að sums þar í heiminum er ekki hægt lengur að framleiða mat. Fæðu bara út af þurrki og öllu því þannig að ég held að við séum ekki búin að
sjánum að brota þeirri þróun allir sko, eftir því sem að hérna veðrakerfin fara að hérna fríka meir út sko. Og þessi brunar hérna í Los Angeles eins og það nú hræðilegt að fólk sé að hérna missa allt sitt, náttúrulega fullt af fólki, að hérna ég var að lesa að það einhver síjónista hjón með ríkastu fólki í Kaliforníu Restniks, sem með einhverja netuakra. Já, möndlu og pistasíur og þau eiga eitthvað 40-50% vatn í Kaliforníu. Já, það er þetta Fiji vatn. Já, og það er miklu sniður að selja það einhverjum fínum sundlögum heldur en að fyrir slökkvilið. Og enga ég meina, svo eru þau líka bara búin að draga til sín allt grunnvatnið, sko. Þess vegna er allt svona þurrt og föður upp. Þannig að þetta er alveg, maður sér að kapitalismin er kannski bara, þú veist, kannski er þetta ekki bara að vera búið. Er ekki komið gott? Það er farið að líta þannig út, sko. Og svo er þetta sama fólk sem að sko styður það að sé vera að brenna fólk í tjöldum á Gaza, sko. Já, akkurat. Þannig að þetta hangir algjörlega saman. Akkurat. Þetta er sami hluturinn á sikkur megin á spýtunni í raun og veru. Akkurat. Þetta kerfi og hérna. Já, kapitalismin er náttúrulega, eins og ég var að tala um það eru ofsalega, ég held að séu rosalega breytingar í vændum sko bara í heiminum og ég held að þessi, hann hérna Varoufakis hérna, gríski, hann vil nú halda því fram að hérna kapitalismin sé farinn. Já. Hann kallar það svona tækni lénsveldi, hann kallar þetta tækni lénsherra þess að gauðra þetta í Silicon Valley og hérna, og tekur svona Amazon sem dæmi, það, þú veist, sem er, þú veist, það framleiði ekki neitt. Þetta er ekki kapitalist eins og kapitalismi er. Þetta er eitthvað annað og hérna og svo er náttúrulega tala um Trump sko, svo er náttúrulega hérna Musk sko, einhver psykopatiskur hérna, já, svona apartheid prins, já, milljarðamæringur sko, snargeggjaður, vera sko valdamesti maður í heimi. Þannig að ég veit það ekki, maður reynir nú kannski að vera svona vongóður, það kemur ekki óvart að þessi ríkisstjórn sem sagt Trumps muni gangi í gegnum mjög örar breytingar. Ég held að þetta lið geti ekki unni saman. Nei. Flokkur hann verðist nú verið, ég las það nú reyndar eitthvað starf, hann var þreyttur Musk. Hann væri alltaf around, sagðan. Já, og ég held að verði allir þreyttir á hver öðrum. Já, ég hugsa það. Það er megalomaniakar sko, það er ekki vanir að vinna með öðrum eða hlusta á aðra. Nei, akkurat. Þannig að getur öðra breyting, getur svona revolving door svona mjög hratt. Akkurat. Það er vona verði vopnahlé á Gaza bara núna í kvöld eða í allavega næstu daga. Það er bara maður getur ekki annað heldur bara komið allavega svona smá hlé og bara þetta hætti í anskotin bara að fólk geti andað og sko svo er bara spurning hvort að Ísraelar fari í það að hleypa einhverjum byrðum inn, það er ekkert víst. Nei, það nefnilega ekkert víst í þessum heimi, en allt mögulegt eftir svona það sem maður hefur upplifað síðustu. Og maður verður eiginlega þrátt fyrir allan hennar djöfulgang og hryllinga að reyna að trúa. Það haldi vonina eins og palestínsku vinnur okkar einmitt. Og trúa á það að þið góða munin og sigralokum. Já, það verðum að trúa því. Já, það bara má ekki taka þá vona af okkur og þá eigum við nú fátt eftir. Það verður þetta bara búið. Dr. Kristján Þór, þakka kærlega fyrir að koma hér í spjall og þetta var svona fariðum víðan öll. Já, það verður oft þannig við rauða borðið góða, sko. Það er svona, það er svo gott að tala, það er svo gott að spjalla við rauða borðið. Þetta er besta borðið í bænum. Já, ég vil meina það. Takk fyrir þetta og ég bið ykkur að tóka við því að það meira hér handa við hornið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is